Heyri, ég held að nú byrjum við bara næsta session og Ólafur Eysteinn var bara svo vænt að koma og ætla að segja okkur aðeins frá þessu spennandi áformum nýtt rannsóknar- og nýsköpunarhús. Ég er alltaf mjög spennt að heyra því ég hef bara í rauninni heyrt það áformum þetta hús og veit ekki meir, þannig að bara take it away. Heyri, já, takk hérlega fyrir, gaman að fá að koma inn og takk hérlega fyrir að bjóða okkur og frábært að við skulum vera að standa í þessu. Ég heiti Ólafur Eysteinn eða Óli og er sviðsforseti tæknisviðs í HR og prófessor í vefverkfræði. Nú, ég langaði kannski aðeins áður við myndum byrja að tala um tæknihús og segja bara örstutt frá HR, Háskólanum Reykjavík. Nú, við erum stofnað í kringum 1998. Í HR eru svona cirka 3500 nemendur. Þar af eru 100 doktorsnemar, 300 fastráðnir starfsmenn og svo það byrjum 350 stundakennari sem koma að kennslu hér og þar í skólanum. Nú, við höfum verið staðsett í Öskjuhlíðinni síðan 2010 og þegar við fluttum þaðan og áður við fluttum í Öskjuhlíðina vorum við á 3 til 4 stöðum út alla Reykjavík. Þannig að það var mikill kostur að flytja á einn stað og vera öll saman undir einu þaki og einu svæði og gerði það verkum að deildir fóru loksins að tala saman og upp úr því spratt alltaf mikið af rannsóknarverkefnum og nýsköpunum. Nú, við erum eini Háskóli Íslandis innheimtir skólagjöld frá með haustinu. Nú, við skiptum okkur í tvennt, við erum annars vegar með samfélagssvið og þar undir sálfræði, viðskiptafræði, lögfræði og íþróttafræði og svo tæknisvið þar sem við erum með verkfræðina, iðn- og tæknifræðina og tölvunarfræðina. En þar fyrir utan erum við líka með nám sem við kallum háskólapróf, þar sem að nemendur sem hafa ekki stúdentspróf geta komið og tekið hjá okkur nám og eru þannig gjaldgengin inn í háskóla. Og svo bjóðum við líka upp á opna háskólan sem svona okkar miðstöð í sí- og endurmenntun og ég legg alltaf áherslu á það að við erum að tala um símenntun en ekki endilega endurmenntun. Því við erum alltaf að læra og menn eiga alltaf að vera að bæta við sig. Nú, við erum, eins og ég segi, við erum einkaháskóli, einkahlutafélag en við erum ekki hagnaðardrifin, þannig að allur hagnaður sem við kannski geta alltaf mikill í háskólum sem verður, hann fer bara alltaf aftur inn í háskólastarfið og við notum allan þann pening sem við innan gæðslega græðum til þess að þá auka við starfsemina. Nú, ríkið fjármagnar svona það bil 56% af okkar kostnaði en afgangi fjármagnum við þá sjálf annars sem með skólagjöldum, með rannsóknarverkefnum og svo með fráfjárlunum frá einkaaðilum. Nú, hver er sérstæð okkar? Við erum stærsti tækniháskóli á Íslandi. Við teljum okkur vera háskóla atvinnulífsins. Við erum stofnuð upphaflega markmið að stofna HR var einmitt að atvinnulífið kallaði eftir því að það þyrfti nám sem væri tengdara atvinnulífinu, tengdara nýsköpun, minni teóría, meiri praktík. Og við erum alþjóðlegur háskóli, við erum með fjöldan allan af kennurum hérna og þaðan heiminum, alveg bara alls nánast úr hver einustu heimsálfu. Og við teljum okkur vera nemenda meðan háskóla. Þannig sem við reynum að mæta hverju nemenda með góðri þjónustu, góðu viðmóti og reynum að tengjast nemendunum okkur vel. Og það er bara mjög algengt að maður er að labba eftir ganginum í HR og það kalla Óli, Óli! Þá er það einhver nemandi úr vefverkfræðinni sem vill endilega fá að tala við mig. Þannig við erum svona með svolítið frekar nett og gott samfélag. Nú, við vinnum mikið með atvinnulífinu og höfum gert það mjög lengi og við bjóðum til og með upp á mikið upp á starfsnám. Við leggjum áherslu á það að nemendurnir okkar fari í starfsnám, þá bæði innanlands og erlendis, í samvinnu við fyrirtæki, bæði í opinbera geiranum en líka í almenna geiranum. Við tökum líka þátt í ýmsum svona samfélagslegu verkefnum eins og vitanum, stelpur og tækni sem einmitt er núna í næstu viku hjá okkur. Þá mæta, held ég, 900 stúlkur af höfuðborgarsvæðinu úr 9. bekk í grunnskólanum. Og það verður ansi hávært þann dag í skólanum, það er alveg sagt það. En á móti kemur líka að því að við fengum gagnrýni svona tíma fyrir það að bjóða bara upp á eitthvað fyrir stelpur, að þá munum við frá með haustunni líka bjóða upp á fyrir drengi og háskólanám. En það má nefna það til dæmis í okkar skóla í Háskólanum Reykjavík, þá er það það bil 50 stelpur og strákar sem er í námi hjá okkur. Nú, nýsköpun, við setjum nýsköpun í fyrsta sæti og þessi mynd sem við sjáum hérna er svona hluti af þeim svona sprotafyrirtækjum sem að hafa sprottið upp bæði frá starfsmönnum en líka frá nemendum í skólanum og þarna eru þessu fyrirtæki sem fólk þekkir til að mynda Hopp til að mynda sem að
sumir lofa og aðrir bölva. Bara síðast frétt í hérna sjónvarpinu í gær þar sem að yfirlæknirinn á bráðamóttöku var að mæla með því að menn drikki ekki og færi svo á hopp sem kannski bara ágætis regla. En engan síður þetta mjög öflugt og flott fyrirtæki sem að spratti mitt upp úr Háskólanum Reykjavík. Platon Líftækni til að mynda, það fyrirtæki sem ég stofnaði sínum tíma á Söndru Mjöll, sem var fyrirtæki sem að snera því að hvað getum við gert við blóðflugur sem við hendum, getum við notað eitthvað, og þannig hefur við verið að gera í Háskólanum Reykjavík. Nú, það sem við ætla að tala í dag er þetta nýja rannsókn- og nýsköpunarhús sem að við erum að fara að byggja og bara þá næstu árum. Nú, við erum brautryðjandi í kennslu í tæknigreinum háskólastigi og við útskrifum það bil helming allra STEM-greina á Íslandi. Alla einstaklega sem klára STEM-greinar á Íslandi. Og þá erum við að tala sérstaklega í raunvísindum, verkfræði og tæknigreinum. Ég held ég fara alveg örugglega rétt með að við útskrifum cirka 2/3 alla verkfræðinga í landinu og vel yfir 70% allum tölvunarfræðingum í landinu. Þannig við teljum okkur vera ansi góð í þessum hlutum. Og tilgangurinn með þessu nýja rannsókn- og nýsköpunarhúsi er að bæta aðstöðu fyrir kennslu en líka fyrir rannsóknir og svo ekki síður nýsköpun og þá með fókus á tækni og verkfræðigreinar. Nú, við fengum Áslaugu Arna, hún var svo vinsamlega að gefa okkur 200 milljóna króna styrk til þess að hefja undirbúninginn að því að byggja húsið og núna í gangi bara þarfagreiningavinna og við erum að byrja á því að átta okkur því hvað ætlum við að byggja, hvað ætlum við að setja þarna inn og svo framvegis. Og við erum að stefna því að byggja það bil 6.000 fermetra hús og áætlaður kostnaður þessu húsi verður svona einhvers staðar á bilinu 3,7 til 4,6 milljarðar. Hugmyndina bak við húsið að þetta verður ekki við ætlum ekki að byggja nýja grósku. Við ætlum að byggja frekar svona einfalt, praktískt húsnæði sem verður ódýrt í uppbyggingu og ódýrt í rekstri en verður mjög sveigjanlegt. Þannig að við getum aðlagað húsa þeirri starfsemi sem við þurfum að halda á hverjum tíma. Nú, hérna svo hvað við ætlum að staðsetja húsið. Þetta svona lóðin þarna inn í hringnum og fyrir ykkur sem hafi komið í HR, þá er HR byggt svolítið upp eins og sólkerfið. Það var hugmyndina bak við hjá arkitektunum. Í miðjunni sem stendur Háskólinn Reykjavík, það er sólin og svo koma geirar út úr húsinu og geirin sem kemur ofarlega til hægri. Það er Venus, svo kemur Mars, svo kemur Uranus og svo kemur Neptús og framvegis. Og ein hugmynd sem við fengið það hvort við höfum að kalla þetta nýja nýsköpunarhús Plútó. Það er bara hugmynd sem ég hef verið að fleita fram en ekki fengið kannski rosalega miklar undirtektir. En annað sem er mikilvægt og ég vil nefna einmitt við þetta er því að vegurinn sem kemur hérna á milli Háskólans Reykjavík og svo nýja rannsóknarhúsið sem við ætlum að byggja, þar mun borgarlínan ganga. Já. Og í dag er Háskólinn Reykjavík svolítið í botnlanga og ég sem sagt er einn af held ég 5 nemendum og kennurum í Háskólinn Reykjavík sem tek strætó í vinnuna og ég hlakka rosalega mikið til þegar borgarlínan kemur því þá býst ég við að fólk allir mun hlaupa inn í hana. Og það er mín skoðun, ég tek fram þetta mín skoðun, ekki svo að skoðun Háskólans Reykjavík, að borgarlínan er líklega mesta þarfþing sem að mun koma í Reykjavík síðan bara hitaveitan kom. Þannig ég hlakka mikið til að þurfi ekki að sitja alltaf einn í strætó. Ég fyrir ekki, kannski ekki ég og svo er að skiptinema líka erlendur sem eigi ekki bíl. Þannig að það er alltaf mjög gott. Það er mjög gott þjónusta í Reykjavíkurborg með strætó nr. 8 sem gengur frá BSI inn í HR á 10 mínútna fresti, þannig að maður þarf aldrei að vita hvenær strætó kemur, maður röltir bara út á stoppistöð og svo kemur stóri gulu vagninn fyrir mann á núleitni og keyrir mann upp á BSI og þaðan er mann allir vegfærir. Nú, við getum byggt alveg hátt í 11.000 fermetra á þessari lóð og hugmyndin er svolítið svo að þá ætlum við að byrja með að hanna 6.000 fermetra hús, þá höfum við möguleika að stækka húsið og húsið verður hanna með þeim hætti að við getum auðveldlega stækkað og byggt við húsnæðið. Þannig að það verður mjög sveigjanlegt húsnæði. Annars sem við líka horfum á það er að það er búið að finna pjólið, eins og þið flest vitið, vonandi. Og þess vegna erum við núna að fara bæði erlendis, við erum að tala við fólk erlendis, við erum búið að byggja sambærileg hús og við ætlum að sækja okkur fyrirmyndir erlendis hjá fólki sem búið að hanna og byggja slík hús. Þannig að við sem ekki endurst að finna upp hjól sem einhver annar er búin að finna upp. Nú, við vitum það að það er skortur á húsnæði og aðstöðu til tæknilegra nýsköpunar og verklega kennslu, sérstaklega í tæknigreinum. Og þetta á bæði um háskóla en líka sprota og nýsköpunarfyrirtæki
og við teljum að þessa aðstæða muni styrkja verklega þjálfun nema og undirbúa betur fyrir atvinnulífið. Og hugmyndin svolítið svo að samnýta þá dýra innviði sem að kannski í dag á 2 eða 3 stöðum, að þú getur kannski haft slíka innviði á einu stað og byggt þannig upp þekkingu og reynslu. Nú, annars hugmyndin bakvið líka svo að við fara að þrengjað okkur í HR. Skólinn stækkar og stækkar og við þurfum alltaf meiri pláss, bæði fyrir kennslu en líka fyrir rannsóknarstofunar okkar og kennslustofunar okkar. Og hugmyndin svo að hluta þeim tilraunastofum og verkstæðum sem við erum með í HR, sem að gera það verkum að við erum að nota það til að þjálfa nemenda, við erum að öfla gæði rannsókna, við erum að auka samstarf við atvinnulífið, aðstöð fyrir nýsköpun og sprotafyrirtæki, að hluta þeirri starfsemi flytja mitt út í þetta hús sem gera það verkum að það mun losna aðstaða inn í meginbyggingunni sem þá hægt að nýta í aðra þætti háskólastarfsins, hvort sem það þá fyrir nemendur, fyrir kennslu, fyrir aðra rannsóknarstofur og svo framvegis. Nú, hugmyndin eins og ég sagði, þetta á ekki verða djúptæði kjarni. Hugmyndin að þetta sé svona meira húsnæði til að mæta þörfum atvinnulífsins og þörfum rannsakenda sem að vinna í svolítið stærri og grófari vísindum og grófari tækniþróun. Dæmi það til að mynda að við munum setja þarna upp aðstöð fyrir byggingarannsóknir og þá í samstarfi við fyrirtæki á því sviði. Það til dæmis gæti verið að skoða gæði byggingarefna og styrk byggingarefna, steypurannsóknir, losun og koldíoxíð, mat og þoli hentugleika byggingarefna fyrir íslenska aðstæður, mikrorannsóknir og við þegar hafið samtal við fyrirtæki og rannsakendur á þessu sviði. Fyrir það við kennum alltaf byggingafræði í iðn- og tæknifræðideildinni, þannig að það hæg heimatökin hjá okkur. Nú, svo efnisfræðirannsóknirnar og þar við líka að horfa á hluti eins og álframleiðslu, steypuframleiðslu, en líka þætti eins og lífstóðefni. Og lífstóðefni eru efnið sem að þú notar til að setja inn í einstaklinga. Þetta getur verið hluti af gervilimum, gervihné eða eitthvað slíkt að. Eða getur verið að búa til lífstóðefni úr kítósani og svo framvegis sem þá að nota til þess að setja inn í fólk til að hjálpa þeim við að lagast og læknast. Og svo það ýmsir hlutir eins og efnagreiningatækni, þar erum við að tala rafmyndarsmásjá, við erum að tala ramansmásjá, við erum að tala micro-CT greiningar. En micro-CT greiningar eða farið á spítal og þetta farið í CT-skann, þá þetta unnið það að þú getur í staðinn verið að skanna menn á stóru skala, þá getur skanna menn á litlum skala og skoða hlutina allt niður í nanoeindir. Nú, svo það sem við unnið mikið og lengi með Landspítalanum til að mynda og það þá þrívíddarprentun og við erum með mjög öflugt þrívíddarprentun-lab í HR í dag þar sem við getum verið með að prenta ýmsa hluti og við undanfarið svona 15 ár höfum við til og með verið að nota þetta þrívíddarprentun-lab í samstarfi við Landspítalann til þess að hjálpa skurðlæknum þegar þið framkvæma skurðaðgerðir. Og þá svolítið hugmyndin svo að þú ert að fara í skurðaðgerð, skurðlæknirinn ætlar að fara að framkvæma aðgerðina og hann horfir á röntgenmyndirnar og horfir á CT-myndirnar, en það sem við virkilega langar að gera, hann væri helst til að geta hort bara beint á þig. Og þá þessar CT-myndir notaðar til þess að búa til módel sem skurðlæknirinn getur þá leikið sig með og hjálpa honum til að ákvarða hvernig hann að framkvæma skurðaðgerðina. Og það búið að framkvæma, ég held að sé hátt í 250 aðgerðir á Íslandi þar sem þessi tækni hefur verið notuð og hefur sparað bæði tíma, pening og bjargað lífum. Því að skurðlæknirnir hafa það áttast á því þegar þeir halda kannski höfuðkúpinn og ætla að fjarlægja eitthvað heilaæxli að það er kannski ekki gott að fara í gegnum nefholið, það er kannski betra að bora inn ventral. Nú, já. Gjörsvel, endilega að spyrja, það má stoppa. Alltaf, út er alltaf góðir. Nú, svo það mitt kannski áhugasvið sem vefverkfræðin og það er þá hlutir þar sem við erum í framtíðinni munum og ætlum okkur að smíða líffæri. Þannig að allir eins og í dag eigum við blóðbanka og í blóðbankanum ertu með blóðalager. Við sjáum fyrir okkur í framtíðinni að við verðum kannski með líffæralager, nýralager eða hjartalager eða brjóskalager og þá spyr fólk mig alltaf að því, já, hvenær verður þetta? Og ég segi alltaf eftir 10 ár, en ég búinn að segja það í 10 ár. Þetta bara þróun sem mun eiga sér stað en hún mun taka tíma. Nú, svo það hlutir eins og rannsóknar og sjálfstæðum vélmönnum, vitvélum, dreifkerfum, eins og SIM-vélum eða swarm-robots, kerfum og alls konar slíki hluti og vélaverkstæðið okkar,
við erum með mjög öflugt vélaverkstæði í Háskólanum Reykjavík, þar sem að nemendurnir hafa tækifæri til þess að prófa þess áfram og vinna með þróa hluti. Þeir læra að nota rennibekki, þeir læra að nota þessi tæki sem ég kann ekki að nefna. Og hugmyndin svo að því að þar einmitt fara að þrengja líka verulega, að slíkt vélaverkstæði gæti farið út í þetta nýja rannsóknarhús og verið þó opið fyrir ekki bara nemendum í HR eða starfsmönnum í HR, heldur líka nýsköpunar og sprotafyrirtæki sem þurfa að koma og þurfa að smíða eitthvað, þurfa að gera eitthvað. Nú svo að því vorum að tala um vindinn áðan, sem var mjög áhugavert að heyra, og þá erum við með orkurannsóknarstofu í HR, þar sem menn hafa verið að skoða bæði hagnýtingu jarðvarma, en ekki síður vindorku, og við erum með vindgöng í HR og vorum með að stækka þau núna til að gera þau öflugri, og við færðum þau úr kjallaranum í HR og upp í aðeins rými sem það sem verða aðgengilegri, og þess vegna mjög áhugavert að skoða þessa hluti og ég algjörlega sammála þeim sem talaði hér undan mér og Óskari að vindorka við eigum nóg vindi og vindorka eitthvað sem við þurfum að fara að vinna meira með og vinna betur með. Þannig að það mjög spennandi tækifæri. Rafmagnsfræðin líka, við erum með mjög öflugt rafeindatækni lab til að mynda, við erum að skoða smáspennu og háspennu og svo framvegis. Allt þetta getum við, ef við flytjum yfir í nýja rannsóknarhúsið og nýsköpunarhúsið, gert aðgengilegra fyrir sprotafyrirtæki, fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Nú, annað sem við kennum í HR, og þetta kannski kann að hljóma pínu skringilega, íþróttafræði. Og menn hugsa með þessi íþróttafræði, hvað ekki það nýsköpun og þróum við, þetta ekki bara fólk að elta einhverja bolta eða slá einhverja golfkúlur. Nei, það mikil greining sem fer fram í rannsóknarstofu íþróttafræði í HR og meðal annars í svokallaðri hreyfiaflfræði. Það sé verið að rannsaka hvernig löpum við, hvernig hlaupum við og svo framvegis. Hvernig við sveiflum við golfkúlu, og nú hef ég ekki spilað golf í mörg ár, en ég veit að þeir sem spila golf, og þeir eru alltaf að tala sveifluna. Og maður hittir þess að vini sína sem mikið í golfinu og þeir gera ekkert annað að tala gripið og tala sveifluna, hvernig þeir sveifluðu í dag og svo breyttur ykkur og fóru sveiflu í gær. Og við erum með þar öflugt rannsóknarhús í gangi með Golfsambandi Íslands, þar sem við erum að skoða og greina golfsveifluna til þess að reyna bestana. Og einhverju tímapunkti þá hætti þessi vini mín að tala sveifluna því hún alltaf jafn góð. Nú, svo það líka hlutir eins og kastíþróttir og sparkíþróttir, hvernig spörkum við í bolta. Það skiptir máli hvernig hún sparkar í boltan. Við vitum eins og Ronaldo til að mynda, eða David Beckham, þeir eru búin að besta það hvernig þeir skjóta boltanum, en ef ég ætlaði að fara að gera nákvæmlega sama, þá myndi boltin líklega fara langt framhjá, eða maður myndi drífa markið yfir höfuð. Nú, svo það hlutir eins og burðarþol beina, skipta þeir einhverju máli? Jú, það skiptir máli einmitt að það alltaf vera að hvetja okkur til að hreyfa okkur, og okkur vera að hvetja okkur til að hreyfa okkur. Það meðal annars til að koma í veg fyrir að beinin okkar þynnist út. Þegar við förum upp í game og erum þar kannski í 4-5 mánuði, komum svo niður aftur, þá beinin okkar þynnst, þegar orðin veikari, af því það ekkert álag á þeim. En það þarf að greina þessa hluti. Hvenær álagið orðið of mikið? Hversu mikið áttu að hreyfa þau og hversu mikið áttu að gera? Og svo, bara til að zooma þetta aðeins upp, það ekki til sambærileg bygging við Háskóla á Íslandi, eins og við ætlum að fara að byggja þarna. Við ætlum að hafa þarna fyrirtæki, við ætlum að hafa þarna rannsóknarstofnanir og sprotafyrirtæki í húsinu, auk þess að hafa það rannsóknarstofur sem við erum með nú þegar, og svo munum við bæta við einhverjum fleirum. Þannig við ætlum að reyna að búa til svolítið lifandi og skemmtilegt hús, þar sem að allir koma. Við höfum líka rætt einmitt við fólki í FabLabinu, og það hugmynd sem bara á byrjunarstigi, og ég tek það fram, og hún á byrjunarstigi og ég segi þetta allra áhugbyrð þar. En okkur langar einmitt til að hafa FabLab í þessu húsi, þar sem við höfum tæki fyrir að bjóða fólki, og þetta gæti verið svona eins og maður segir fyrsta skrefi hjá fólki sem fara að smíða eitthvað. Það byrjar í FabLabinu, svo kannski FabLab ekki nóg, þá getur við fært yfir í stærri löpin og fara að vinna með fólkinu sem að vinna að hinum að þessum hlutum. Eins og segir, praktískt, sveigjanlegt og hagkvæmt húsnæði. Við ætlum ekki að byggja flott, en við ætlum ekki að byggja ljótt. Þetta verður vonandi fallegt og flott hús, en hugmyndin er að sé sveigjanlegt hús, og það er númer 1, 2 og 3. Og svo sjálfsögðu, þá verðum við að hafa sjálfbærna leiðarljósi, bæði við hönnun og rekstur hússins. Tryggja það að við séum að fara að búa til hús sem uppfyllir þær kröfur sem nútíma samfélag gerir í dag. Að því sögðu, þá bara ætla ég ekki að segja meira. Við stefnum að því að vonandi að fara að taka fyrstu skóflustungunar, hvort að þessu ári eða snemma næsta ári, og húsið ætla við að byggja hratt. Við erum að vinna núna í því bara fjármagnahúsið, vinna í því að fá inn
svona kjölfestu leigjendur í húsið og vonandi bara innan svona 2 ára þá geti ég boðið ykkur heimsókn í kaffi og við getum fara að sveifla gólfkilum. Það alveg tímabílar. Takk fyrir það. Var þetta bara arkitekt sem að tegna þetta? Já, þetta núna erum við bara að undirbúa þetta og svo fer þetta við erum að klára þarfagreininguna, hvað ætlum við að gera, hvernig ætlum við að hafa þetta og svo fer þetta vantarlega bara í útboð og í hönnun og arkitektur og við erum þegar byrjuð á þessu ferli. En því ég segi 2 ár það er það sem við erum að stefnað en við vitum all með bæði opinberar byggingar og aðrar byggingar að þá kannski tegist aðeins á þessu 2 árum, en vonandi ekki mikið. Það er gott að hafa þetta þröngt, það er hægt að tegja þetta. Já, við, eins og í Háskólanum Reykjavík, allar okkar byggingar fjármögnum við sjálf. Já, smá verkefni. Það er aðeins. Já, gjör svo vel. Varandi, ég hjá Klak, í Iceland Startups og heiti Andris. Já, sæl. Ég var að hugsa tengingarnar á milli ef að segjum að startup vilja koma eins og sætið hafa nýtt sig framlag til að gera prótótýp. Og ég hugsa ef að þau til dæmis væri þá inn í þessu setri og væri að vinna í þessu, hafa þau aðgang, sér þau svo fram að þau hafa aðgang af sérfræðingum innan skólans. Já, hugmyndin er svo að reyna að tengja þessa sérfræðinga í skólanum sem við erum með og fá þá til að hugsa svolítið út fyrir kassan. Að þeir vinni með fyrirtækjum, vinni með nýsköpunarfyrirtækjum, með jafnvel stærri fyrirtækjum. Og það er nákvæmlega hugsunin, að fá menn svolítið til að segja hvað get ég gert praktískt úr því sem ég er að gera. Þó grunnrannsóknir, ég legg áherslu að grunnrannsóknir eru mjög mikilvægar og svona fóðrið fyrir allt sem við erum að gera í dag. Að þá er mikilvægt líka að hugsa hvað gerum við svo við það sem við gerum í grunnrannsóknum, hvernig komum við því áfram. Og hugmyndar bak við þetta hús er einmitt að reyna að tengja atvinnulífið, tengja sprotafyrirtækin við þessa sérfræðingar sem við erum með. Draga sérfræðingarna svolítið út úr hýði sínu og fá það til að vinna með fólki. En hvernig þá með til dæmis að því að það má ekki auglýsa hvað það að gera og patent? Já. Hvernig sjáum við það? Sko við erum alltaf með hugverkastefnu bara í Háskólanum Reykjavík sem við erum einleiða og við vitum það að sumir, þetta er svolítið mismandi, sumir prófessorar, sumir vísindamenn vilja bara birta, publish or perish og ég var svolítið þannig sjálfur og enda klúðar að ég fullt af patentum að því ég var svo gráður í að birta en svo aðrir sem vilja að fara hinleiðina og við erum þannig skóli að ef fólk vill fara hinleiðina, fara í getur patentferlið og ganga frá því með þeim hætti, þá er alveg möguleik að gera það og þú þarft ekki að birta þetta alveg strax. Og við sýnum fólki þolinmæði það kemur að því. Það er mjög mikilvægt. Að því við erum alltaf, Já, gjörðu svo vel. Að því við erum alltaf að hamra á þessu með patentið. Og fáum alltaf Eirík frá Höfuðborgarstofu til þess að gera þau mál. Þetta er alltaf mjög svona high topic. Algjörlega sko, eins og ég vildi einhver hefði talað við mig fyrir 20 ára þegar ég var að byrja mér í rannsóknum og sagti mig, herri, hugsaðu þessu patent og hugverkarétt. Sko þið útskýrðu það mjög vel þegar þið talaði platform sem dæmi, það er mjög gott dæmi. Það var að því að Helís prófessorinn, ég var svo gráður í að birta. En ég hef spurningu, þú talar erlendar fyrirmyndir. Hverjar eru þær? Sko við erum að horfa á löpp eins og í Árósum, Lundi, við erum að horfa á löpp eins og upp í Þrándheimi, Tromsö. Það er það sem við erum að skoða, það er líka í Prag í Tékklandi og líka í Portland í Maine í Bandaríkjunum, MIT og fleiri stöðum sem við höfum verið að skoða. Ég sko, það er eins og Greentown Lab sem er einmitt í Massachusetts og svo er Shenzhen í Kína líka með svona Einmitt. Þannig að það væri svona áhugavert að skoða það. Einmitt. Og það er einmitt ein á nýsköpunarveitunni sem heitir Paloma sem er í MIT-labinu. Einmitt, ég kannast það sem hennar, En einmitt, við erum í nánu samstarfi við MIT í gegnum ELP-kerfið og erum einmitt nú þegar búin að við förum alltaf reglulega þangað til að hitta þau og fá ráðleggingar. Það er kannski eitt af Kannski annað ef ég má skjóta inn. Ég velti fyrir mér sko, þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi og margt mögulegt og veist, þetta er svolítið opið, tækifærin eru víða sko. Ég velti fyrir mér alltaf sérhæfingunni sko og sem byggir á þá ákveðinni þekkingu líka sem heitir staðar og tengslaneti og þess sem er að kenna og svo framvegis.
og líka bara svona samhengi við vísindagarða, háskólasvæða þess aftar, veist að FabLab sem að fara inn í Hótel Sögu, við erum að tala náttúrulega grósku, gjarnan og rannsóknar, stofan með Landspítalanum og þess aftar sko. Hvernig eitthvað samtalan á milli? Já. Við náttúrulega erum í mjög góðu samstarfi bæði eins og allir ég bæði starfsmaður Landspítalanum svo HR. Já, ok. Og og hef verið það bara síðan 2008. Og við erum með eitt sem heitir heilbrigðistæknisetur sem ákveðið svona samlab af einstaklingum í HR og Landspítalanum sem vinnar í þrívítabrentur sem ég myndist á áðan staðsett í slíku kerfi þar sem við erum með starfsmenn sem eru bæði starfsmenn HR og Landspítalans. Einnig erum við líka náttúrulega í nánu samstarfi við Háskóla Íslands. Ég til að mynda svona klíniskur prófessor í læknadeildinni og komum með þetta því að þegar við vorum að stofna lífvísindasetur á svona tíma og það hugmyndan bak við það var að fá alla til að taka veggina niður. Þórarinn Guðjónsson lyfti grettistæki því til að mynda taka veggina niður, fá fólki á Landspítalanum, HR, HÍ, HA, hvaðan sem til að koma að vinna saman. Og það það, ég man því ég kem heim fyrst, þá voru veggir út allt. Að maður bara labbaði vegg eftir vegg og að því ég var að vinna með þessum, þá mátti ég ekki vinna með þessum. Og svo að því að hann var að vinna með þessum og þetta var endalaust svona vesen. Þá til við svona, sem á þeim tíma voru ungu vísindamennirnir, ákveðum það bara við nennum þess ekki. Rífum bara veggina niður. Einmitt, rífum veggina niður og brjótum þessi síló og dríf sko, alveg með það sko og þess að það gerist í okkur mæli að því við tölum svo mikið atvinnulífið í byggingu á háskólasamfélagi. Mér finnst við þurfum að tala meira hið opinbera. Og við þurfum að planta okkur meira inn í háskóla og vísindasamfélagi með þeim hætti að við séum, ég myndist á þetta áðan og gær líka, að við séum okkar áskorunir innan borgarinnar, frá ríkinu líka og öllum þessum áhersluatriðum sem í gangi. Af því það svo margir nemendur sem vilja vinna þenni verkefnum sem ákveðin tilgangur í líka að gefa eitthvað af sér til samfélagsins. Þannig að við þurfum að fara í háskólabakka, þurfum að finna leiðir og líka í samstarfi við sveitarfélög og ríki til þess að efla þetta samtal. Af því út frá því það ótrúlega gróska sem getur myndast bara svo lengi sem við opnum á þetta og þéttum ráðan að og þegar þú nefndir atvinnulífið og þegar ég segi atvinnulífið þá ég bæði að tala um hið opinbera og almenna. Ég lít bara atvinnulífið sem einn hlut. Það skiptir ekki máli hvort þú setur Landspítalinn eða Landsvirkjun eða Díkót eða Össur eða Marel. Þetta alltaf atvinnulíf. Þannig algjörlega. Bara góð punktur en þá bara einhver á þessum svona samfélagslegum áskorunum. Sem í umhverfis- og loftslagsmálum, sem í menntamálum og þess að það. Því með svona skrifum sem fyrirtækja, íbúið tækifæri í að tengja þannig við. Og þetta náttúrulega líka eitthvað sem að því að nú komið nýtt fjármögnunarmódel fyrir háskóluna. Og lykil þáttur í fjármögnunarmódel það sem kallað samfélagsleg ábyrgð. Eða hvað þetta koma með til samfélagsins. Og ég held að háskólar að gera svona mikið fyrir samfélagið en við erum bara ekki nógu góð að segja frá því eða eyrnamerkja það. Hvað það sem við erum að skila fyrir samfélagið? Til að mynda, nú orðið bannað þannig að krakkar undir 12 ára aldrei ekki að skalla bolta í fótbolta, í íþróttum. Og það kemur upp rannsókn í íþróttafræðinni í HR sem sýndu fram að að þú ert að sjá hormónabreytingar í einstaklingum kannski 10, 15, 20 árum eftir að þau fengu heilaskaða, fengu rákahausinn í eða auðvitað fyrir einhverjum skaða. Og það svona dæmi samfélagsleg verðmæti sem eru komin í raunveruleikann. Þess svo mikilvægt að halda utan þessu sögu og segja fram. Það einmitt það sem við erum að reyna að vera betri innan borgarni að segja þessu sögu. Og líka það sem alltaf einbra þú kemur til dæmis inn á hoppið byrja það í námi og síðan koma þær og hittir við því ég var starfsmaður hjá sínum tíma. Þegar við verðum hjá okkur. Einmitt. Og það er Vistkerfi sjá þessa tengingar og það svo mikilvægt sem að tala þessi keðju, hvernig þau fara á milli, hvar gatið þess að svo mikilvægt að við þá tengjum fyrstulega bara byrjum á verkefnum sem tengjur á milli að fólk skilji af hverju það að gera það er bara oft þannig nú komið í pólitíkinn, bara borgarfulltrúi fólk ennþá að býsna sig hvað var Reykjavík að vera í nýsköpun? Nei, nokkulega og þess að þurfum við að sýna fram og sýna raunlega hvað þessi nýsköpun sem verið að gera hverjum skilar og það getur tekið langa tíma En það þá sem ennþá mikilvægur að almenna stíga inn í og sérstaklega í þeim áskorunum sem við takast á núna það bara búið að sýna sig og meira sér það sem ríkið þarf að stíga inn Algjörlega
og það er þessi brú líka úr háskólanum. Algjörlega, og því tölum Hrólfur hérna aðeins undan myndist einmitt á þetta Reykjavík Innovation City, þetta þorp eða borg sem verið að gera. Þannig að þú ert með Háskóla Íslands öðrum einn, svo með Landspítalann og svo með HR. Og hvað er það sem mun tengja alla þessa hluti saman? Jú, það er borgarlínan. Og borgarlínan mun gera það verkan. Þú getur bara hoppað upp í borgarlínunni í HR, 3 myndir setja eftir komin bara Landspítala, 5 myndir setja eftir komin upp í HÍ. Og þessa vegalengd og þessi flugvöllur sem er hægt í miðinni, sem vonandi einhvern tíma fer, hann verður ekki lengur hindrun þú ert komið með almennilega samgöngur hérna á milli og þarft ekki að sólunda alltaf að leita einhverju bílastæði. En ég vil nokkað koma inn á með þessa tengingar. Eftir þessa rannsókn með boltan og heilahjálpsboltan, þá kom fyrirtæki eða sprot, hvort það var Gulleggi eða Startup Supernova sem þá Einmitt. Þeir fóru að rannsaka þetta og voru að vinna að því. Já, algjörlega. Voru að búa til algoritm með einhverju... Einmitt, nákvæmlega. Með þessum tölum... Einmitt, og tengja saman eins og íþróttafræðina, tölunarfræðina, lífvísindin og fá fólki til að vinna og tala saman. Og það er þannig það sem við eigum að gera sem háskólasamfélag. Þó sé alltaf gaman að birta. Hljóðist það með einu leðilega? Já, endilega, gjör svo vel. Í rakkaðunni þeir eru með byggingarrannsóknir og álrannsóknir og þetta hljómar svolítið eins og ELO sem var á nýsköpunarmiðstöð. Eru þeir að fara að fá eitthvað þeirra verkefnum til ykkar? Er það hluti af samkomulaginu? Við erum ekki alveg komið svo langt en það er alveg, við erum náttúrulega með byggingarrannsóknir og álrannsóknir upp í nýsköpunarmiðstöð og við erum með vísindamenn hjá okkur svo Guðrún Sævarsdóttur sem er með ákveðnar rannsóknir á þessu sviði. Og ástæðan fyrir því að þær eru upp á nýsköpunarmiðstöð við erum bara ekki með aðstöðu til að vera með slíka opna og slíka tækni á því svæði sem við erum. Sama eins og Óli Valvik, nafni minn, í byggingarrannsóknum. Hann er starfsmaður HR, prófessor þar og hann er með þér að gera og við erum bara ekki með aðstöðu til þess að geta boðanum upp á það að vera með slíkar aðstöður. Þannig ég ætla að segja no comment en maður veit aldrei. Er það sem ennþá að lífi í nýsköpunarmiðstöð? Það er tæknisetrið. Tæknisetur, já. Og en það er deildir sem héldi áfram, það var allt heitt skorið frá. Þannig að þið takið við þeim verkefnum þá. Við getum tekið við þeir, en það er ekki búið að ganga frá neinu eða neinu með því. Þess að segja bara no comment. Já, ég skil. En þú lest það milli línana? Já, ég las það. Þið við túlka mín orð bara eins og þið viljið. En það er samt gott sko, því að ég man þegar nýsköpunarmiðstöð var og fórstinn var, þá var ég að finna með henni Þóru sem er í háskólanum í Newcastle og er í Center for Biotechnology og hún er ekki rannsóknir á svona sporansína bakteríunum sem er, þú veist, kristallarinn af sand og það varstu brjálæðislega spenntur fyrir líftækni per excellence bara. En það var samt einhvern veginn ekkert, þú veist, þetta var svo nýtt það var einhvern veginn engin leið inn í nýsköpunarmiðstöð með það sem svona skrítið sko. Finnst mér. Já, ég maður bara þegar Jakob á sínum tíma, Jakob Valgeir var að byrja með þessar bakteríurannsóknir í Íslandi skilur og líftækni og hvernig getur látið bakteríunar þess að éta plast eða éta olíu og svona framvegis. Það var engin grundvöllur fyrir þessu. En við þurfum þessa frumkvöla, við þurfum þessa pæjonera til þess að keyra þetta af. En heldur þegar þú væri með svona nemanda? Gæti hún startað einhverju, er svona bæjarlab? Sko við erum ekki með bæjarlab eins og í HR og við gerum ekki ráð fyrir að vera kannski með bakteríutengt bæjarlab í þessu húsnæði. En þú veist, þetta er bara, ég hef level 1, þetta er bara rosa. Já. Sky's the limit. Það er aldrei nei. Það er bara alltaf leið. Þú veist, við gerum þetta í labri hjá okkur, sko. Þetta var mjög öruggar bakteríur. Þó heitir bakteri, getur við sagt gerð. Það er alltaf bakteri hérna út um allt. Já, nákvæmlega, þetta er ekki, Herði, ég þarf að rjúka. Bara takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega.